Björgunarsveitir hafa leitað í alla nótt að börnum og fullorðnum sem saknað eftir mikil flóð í Texas í Bandaríkjunum. Hátt í 70 hafa fundist látin. Ný raforkulög sem samþykkt voru á Alþingi í gær vernda heimili ef til skömmtunar kemur á raforku. Ráðherra segir að orka þurfi að vera aðgengileg á viðráðanlegu verði. Starfsfólk félagsmiðstöðva í Árborg reynir að sporna við aukinni áhættuhegðun unglinga með því að fara á staði þar sem þeir koma saman á kvöldinu helgar. Lögreglan tekur þátt í verkefninu sem verður í gangi allt sumar. Dularfullar steinskífur frá víkingaöld sem fundust nýlega á Írlandi gætu hafa verið smíðaðar hér á landi. Fornleifafræðingar á Stöð á Stöðvarfirði telja sig hafa fundið svar við þessari ráðgátu. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta úr leik á Evrópumótinu eftir tap gegn Sviss. Síðasti leikur liðsins verður gegn Noregi á fimmtudag. Gott kvöld. Við biðjumst velvirðingar á því að vera svona seint á ferðinni en það vegna seinkunar á EM-stofunni. 79 hafa fundist látin eftir mikil skyndiflóð í Kerr-sýslu í Texas í Bandaríkjunum, þar af 21 barn. En leitað að 11 stúlkum sem voru í sumarbúðum á flóðasvæðinu. Óttast að tala látinna muni hækka. Eigandi sumarbúðana meðal þeirra sem fórust. Þau sem sinna björgunar og leitarstörfum við sumarbúðirnar lýsa mikilli eyðileggingu. It's a lot of destruction. Most of the camps are gone. So, Hunt's gone. We're just trying to keep doing what we can to find our missing. Greg Abbott, ríkisstjóri Texas, hyggst lýsa yfir neyðarástandi víðar í ríkinu en þegar hefur verið gert. Hann heimsótti flóðasvæðin við Camp Misty sumarbúðirnar í gær. Flóðin hófust eftir úrhellisrigningu sem stóð yfir í nokkrar klukkustundir. Úrkoman samsvaraði þriðjungi af árlegri meðalúrkomi í Kerr-sýslu og leiddi til þess að yfirborð Guadalupe-fljóts hækkaði 8 metra og það flæddi yfir bakka sína. Veðurspár gera ráð fyrir frekari úrkomu næstu daga og óttast að það geti leitt til frekari flóða. Fjölmargir hafa sent samúðarkveðjur til þeirra sem eiga sárt að binda. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur heitið stuðningi við þau sem misst hafa ástvini eða heimili sín í flóðinu. Leo páfi bað í dag fyrir fjölskyldum stúlknanna sem fórust og saknað úr Camp Mystic. I would like to express sincere condolences to all the families who have lost loved ones, in particular their daughters who were at summer camp in the disaster caused by the flooding of the Guadalupe River in Texas in the United States. We pray for them. Hingað heim. Heimili njóta nú forgangs ef grípa þar til skömmtunar raforku samkvæmt nýjum lögum sem samþykkt voru á Alþingi í gær. Umhverfisráðherra segir þetta fyrsta skrefið til að tryggja að aukin eftirspurn valdi því ekki að almenningur þurfa að þola sveiflur á raforkuverði. Í nýju lögunum segir að Umhverfis- og orkustofnun muni meta og vakta raforku öryggi. Þá fær Landsnet öflugri heimildir til að semja við stærri notendur að draga úr notkun ef þörf á. Ef sú staða kemur upp að skammta þurfi raforku, ganga heimili og mikilvægir innviðir fyrir. Þá á kostnaður að haldast lágur. Við erum að breyta skilgreiningunni á raforku öryggi, þannig að þar sé líka horft sérstaklega til þess að raforka sé á viðráðanlegu verði. Og það sé ekki bara nóg að heimili hafi aðgang að raforku heldur þurfum við líka að hafa efni á henni. Hvað telst viðráðanlegt ekki skilgreint frekar, en Jóhann Páll segir ráðuneytið vinna að frekari skrefum til að hlífa almenningi við verðsveiflum á orkumarkaði. Og þar erum við þá að skoða aðgerðir sem eru þá til þess fallnar að halda beinlínis niðri raforkuverði heimila og fyrirtæki og koma í veg fyrir öfgafullar verðsveiflur eða heimili verði undir með einhverjum hætti í samkeppni við stórnotendur raforku. Til umræðu á þingi eru líka frumvörp sem miða að því að skerpa reglur á raforkumarkaði og einfalda leyfisveitingar fyrir virkjanir. Eftirspurn hefur vaxið hraðar en framboð og Jóhann Páll vill að nýjir samningar við stórnotendur þurfi að byggjast á því að framboð orku aukist. Við viljum að Ísland sé samfélag þar sem heimili og fyrirtæki hafa aðgang að rafmagni á lágu verði. Viðræður vopnahlé milli Ísraels og Hamas-samtakanna hafa staðið yfir í Doha, höfuðborg Katar í dag.
Áður en fundurinn hófst höfðu ísraelsk stjórnvöld gefið það út að skilmálar Hamas-samtakanna væru óásættanlegir. Ísraelsmenn samþykktu í vikunni tillögu Bandaríkjastjórnar 60 daga vopnahlé. Fulltrúar Hamas-samtakanna sögðust í gær reiðubúnir til viðræðna þá skilmála sem liggja að baki tillögunni. Yfirlýsing Hamas-samtakanna jók á vonir vopnahlé í átökunum sem hafa staðið yfir í tæp 2 ár. Ástrós Sigríðardóttir, líklegt að vopnahlé sé í augsýn? Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur talað fyrir því víða að hann vilji koma á varanlegum friði á Gaza. Og það þykir mjög jákvætt skref að ísraelsk stjórnvöld hafi sendt samninganefnd sína til Doha til þessara viðræðna. En þau eru sögð hafa gert það í kjölfar þessara jákvæðu viðbragða frá fulltrúum Hamas-samtakanna í gær. Akkurat, það er talað þetta sé 60 daga vopnahlé, er eitthvað meira vitað þessar tillögur? Í rauninni er grunnur tillögunnar að nýta þessa 60 daga til að semja varanlegan frið á Gaza. Og það er fulltrúar Hamas-samtakanna gáfu það strax út í gær að þau hefðu ákveðnar athugasemdir við skilmálar sem eru í þessari tillögu, meðal annars hvað varðar fangaskipti og hvaða hjálparsamtök mega dreifa hjálpargögnum til íbúa Gaza. Og mér finnst líklegt að þessir þættir hafi verið ræddir í Doha í dag. En Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, gaf það strax út í gærkvöldi og honum þætti þessar hugmyndir Hamas-samtakanna vera óáreiðanlegar. En Netanyahu á fund með Trump í Hvíta húsinu á morgun og fjölmiðlar ytra hafa aðeins að því í dag að Trump muni sjálfur í kjölfar þess fundar tilkynna að vopnahlé hafi verið náð. En Netanyahu ræddi stuttlega við blaðamenn í dag, rétt áður en hann steig upp í flugvél til Washington. אנחנו נחושים להחזיר את כולם, ואנחנו נחושים גם להבטיח שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. זה אומר שאנחנו לא נרשה מצב שיהיו עוד חטיפות, עוד רציחות, עוד עריפת ראשים, עוד פלישות, וזה אומר דבר אחד, חיסול היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס. החמאס לא יהיה שם. Hingað heim. Hópur ungs fólks hefur þurft að þola skerta þjónustu eftir að geðendurhæfing sem þau sóttu hjá Janusi var færð yfir til starfsendurhæfingarsjóðsins VIRK. Þetta er mat ráðgjafa hjá einhverfusamtökunum. Forstjóri VIRK segir að þjónustan sé þverfagleg og taki mið af þörfum notenda. Janus hefur boðið upp á geðendurhæfingu í 25 ár fyrir ungmenni á aldrinum 18 til 30 ára með það að markmiði að koma þeim í virkni og fyrirbyggja örorku. Samningur Janusar við ríkið rann út 1. júní og VIRK hefur tekið við endurhæfingunni undir nafninu Hringsjá. Sigrún Birgisdóttir, ráðgjafi hjá einhverfusamtökunum, segir mikla afturför í þjónustu gagnvart ungmennunum við breytingarnar sem flest glíma við þunga og flókna geðranna kvilla. Til að mynda hafi hópurinn ekki aðgang að geðlækni. Það þarf úrræði, samsvarandi úrræði og Janus var. Mér er nokkuð sama hvað það úrræði heitir, en bara það veiti heildstæða samfellda þjónustu, þar sem koma að allir þeir fagaðilar sem þessi ungmenni þurfa á að halda. Að það séu þar geðlæknis sálfræðingur, iðjuþjálfi, félagsráðgjafi og aðrir sem koma að hópnum undir einu þaki. 5 vikna sumafrí í Hringsjá reynist hópnum erfitt. Þetta var nógu strempi fyrir þau óvissan sem var núna í vor meðan var verið að bíða eftir að þeim er boðið eitthvað úrræði að viti, en hvað þá að vera bara rétt byrjuð og fara beint í sumafrí. Vigdís Jónsdóttir, forstjóri VIRK, segir að vissulega sé annað úrræði að ræða en að þjónusta sé góð og þverfagleg. Geðlæknir sé almennt ekki hluti af atvinnutengdri starfsendurhæfingu. En við erum alveg að skoða meira samstarfi heilbrigðiskerfi fyrir þennan hóp líkt og við gerðum í samningnum við Janus. Og þá má vel vera að það sé skynsamlegt að fá geðlækni að. En hvað með eins og 5 vikna sumafríi sem er núna? Hefur það ekki slæm áhrif á þennan viðkoma hóp? Ákvörðun starfsemi hjá Hringsjá í sumar var tekin í samráði við þann hóp sem er að mæta hjá Hringsjá. Hópurinn hafi heilmikið að segja þjónustuna. Þau hafa fengið að koma með sín sjónarmið og sína þarfirinn í þjónustuna og á þau hefur verið hlustað. Þannig og það munum að sjálfsögðu gera áfram. Fyrsta vindorkuvirkjun landsins er farin að taka á sig mynd. Í Vaðölduveri verða 28 vindmyllur reistar á næstu 2 árum. 500 rúmmetrar af steypu fara í undirstöðu hverrar myllu. Vaðölduver er norðan við Búrfell og sunnan við Sultartangastíflu. Jarðvegsvinna og vegagerð hófst í maí og ljúka á verkinu í lok sumars eftir 2 ár. Við Vaðöldu núna erum við með 2 verkefni í gangi, 2 verksamninga. Annars vegar vegagerðin á svæðinu sem er vegagerð upp á það bil 25 km
sem tengir þetta net af vindmyllum sem verða settar upp. Og hins vegar eru við með annan verksamning sem snýr að því að byggja upp og steypa undirstöður undir vindmyllur ásamt safnstöð sem við verðum með þar sem að rafmagnið verður tekið inn og svo dreift til Landsnet þaðan. Eins og sjá má undirstaða eða stæði undir eina vindmyllu gríðarlega mikið svæði og hér munu 28 vindmyllur rísa. Á svæði sem 17 ferkílómetrar að stærð. Fyrir hverja vindmyllu þarf 300 fermetra undirstöðu sem á við flatamálið á vænu einbýlishúsi. Í hverja einustu undirstöðu þarf að setja 500 rúmmetra af steinsteypu. 2 litlar vindmyllur eru rétt sunnan við Vaðöldu en þær voru reistar 2013 í rannsóknarskyni. Þær eru hvor sig tæpt megawatt, meðan að vindmyllunar í Vaðöldu verða á bilinu 4 til 5 megawatt hver. Þessar eru hæsti punktur þeirra þegar spaðið vísar upp, þá það 75 metrar að svo, meðan að vindmyllunar í Vaðöldu verða rétt tæplega 150. Þannig að þær verða tvöfalt hærri þessar nýju vindmyllur sem verða reistar á næstu 2 árum. Starfsfólk félagsmiðstöðvarinnar Celsius flakkar sveitarfélagið Árborg helgar til að hitta ungmenni og vera til staðar fyrir þau. Áhættuhegðun hefur aukist hjá ungu fólki og mikilvægt að taka skref til að sporna við henni, segir forstöðumaður Celsius. Flakkandi Celsius sumarverkefni í Árborg þar sem starfsfólk félagsmiðstöðvar sveitarfélagsins fer á rúntinn og hittir ungmenni víðsvegar bæinn. Markmiðið að vera til staðar fyrir úlingana þar sem þeir eru stattir, draga úr áhættuhegðun og styðja við félagslega stöðu þeirra. Kvenfélagið á Selfossi styrkir verkefnið sem unnið í nánu samstarfi við samfélagslögregluna og barnavernd Árborgar. Það búið að vera aukin áhættuhegðun hjá úlingum bara á landsvísu og svona flakkandi félagsmiðstöð hefur verið svona eitt skref í að spornast við því. Starfsfólk Celsius flakkar sveitarfélagið 50daga, föstudaga og laugardaga frá klukkan 8 á kvöldin til 1 á nóttu. Svo erum við að taka þátt líka þegar það eru bæjarhátíðir. Þá erum við með löggunni og barnavernd líka með það sem við köllum athvarf. Það sem þá ekki eitthvað svona sérstakt á dagskrá hjá okkur, heldur þá erum við meira bara stuðningur fyrir unga fólkið og svona grípa inn í eða eitthvað svona óæskileg atvik komi upp og svoleiðis. Samfélagslögreglan slæst í för með Celsius 1 kvöld í viku. Ótrúlega gott að efla tengsl og tengslanett og að vera með öðrum stofnunum í þverfaglegu samstarfi og það líka bara ótrúlega gott að vinna með starfsfólkinu í Celsius þannig að þau náttúrulega bara þekkja þessi krakka best. Hvað finnst ykkur nú það að Celsius sé á flakkinu helgar? Mér finnst það bara mjög fínt. Það gaman að geta kíkt á þau og svona maður hefur ekkert að gera. Er þetta svolítið skemmtilegt fólk sem vinnur í Celsius? Já, mjög gaman. Ja, þau mjög skemmtileg. Og finnst ykkur kannski gott að hafa þau og geta leitað til þeirra? Já, bara mjög fínt. Og hingað komin Sigurður Sigurðsson, þú ert framkvæmdastjóri heimilis og skóla. Hvað átt við með þessari áhættuhegðun sem hafi aukist á meðal ungmenna í landinu? Það meðal annars áfengis- og vímuefnaneysla, ofbeldishegðun og svona önnur jaðarhegðun og við megum heldur ekki gleyma nethegðuninni sem ofta rót þess sem gerist í nútíma samfélagi. Akkurat. Geta svona flakkandi frístundamiðstöðvar eins og Celsius geta þær hjálpað, bara sporna gegn því að krakkarnir fari sér að voða? Tvímælalaust. Börnin fá stuðning frá fullorðnum sem treysta og við sjáum það bara allan Evrópu að þetta að virka og við sjáum það með foreldraröltunni hérna heima að þess svona verkefni virka mjög vel. Akkurat. Hvað með bara fjölskyldurnar sjálfar og foreldra? Hvað geta þau gert til þess að hjálpa upp krökkunum sínum frá því að lenda í klandri? Það oft sagt að samveran sé besta vörnin og hún það tvímælalaust. Að fjölskyldur séu saman, jafnvel þó að sumari sé smá losarlegt, þá þurfum við að leggja alveg áherslu á samveruna og að foreldra viti raunverulega hvar þau eru á hverjum degi. Akkurat. Er það eitthvað við sumarið sem sumarið eitthvað svona sérstaklega háskalegu tími fyrir þessa krakka? Kannski ekki háskalegur en samfélagið eins og við þekkjum verður losarlegra og við förum í sumarfrí og kannski slöppum aðeins af en við megum ekki slappa af að passa börnin okkar. Nei, akkurat.
Takk fyrir komuna hingað í myndir, Sigurður Sigurðsson. Þá að öðru. Fornleifa uppgröftur á Stöð á Stöðvarfirði gæti útskýrt dularfullar steinskífur frá víkingaöld sem fundust við fornt klaustur á Írlandi. Vísbendingar eru að á Stöð hafi menn brætt lýsi til útflutnings fyrir eiginlegt landnám og flutt út til Bretlandseyja. Þetta 11. sumarið sem grafið í Stöð, komið hafa í ljós landnámskáli og undir honum enn eldri skálar. Möguleg útstöð erlends höfðingja frá því fyrir landnám. Bæði eldri og yngri útstöð. Þar finnast verkfæri sem benda til veiða og vinnslu á sel og hval og hákarlstennur. 3 skuttlar eru fundnir og einnig soðholur sem benda til lýsisframleiðslu. Í sumar var svo byrjað að grafa upp 3. skálan skammt frá sem stór eða 19,5 metri að lengd. Hann virðist vera mjög ríkur af gripum. En ég fer ekki í gólfin núna heldur, ég verða að bíða næsta sumars. En það stefnir allt í það, hann sé mjög fundaríkur og skífur eru hvergi fleiri en í þessum skála þegar. Þannig að það verður svakalegu fjöldi skífna. Steinskífurnar eru hognar til á staðnum, þær eru í ýmsum stærðum og ekki mjög vandaðar heldur, framleiddar í miklu magni. Kenning Bjarna að þær hafi verið tappar í lýsisbelgi til útflutnings. Belgirnir hafi verið gerðir úr mögum fiska og spendýra. Fágæt bjalla sem rakin til austur Englands fannst líka í sumar og bendir til að vörur frá Stöð hafi verið fluttar út þangað. Skífurnar eða tapparnir í lýsisbelgi gætu sagt merkilega sögu og verið nýtt tæki til að rekja verslun og útflutning frá Íslandi á víkingaöld. Sé þetta rétt, þá eigum við að finna svona skífur á verslunastöðum í Norður-Evrópu og eigum að geta greint þær skífur sem íslenskt berg. Og alveg nýlega þá fundust 179 svona skífur á Írlandi við klaustur sem frá, segjum frá því 900, aðeins eftir það. Það veit enginn til hverja nota þessar skífur voru og það ekki gerð tilraun til þess að útskýra þær. En áður voru þær yfirleitt útskýraðar sem spilapenningar eða eitthvað þess áttar, en ekki sem tappar. Þá komum við að samkvölluðum ótíðindum og sögunni víkur til Sviss, þar sem Ísland tapaði 2-0 fyrir Sviss nú rétt fyrir fréttir. Einar Örn Jónsson, þetta hljóta að vera mikil vonbrigði. Já, þetta eru talsvert mikil vonbrigði. Íslenska liðið hafði sett sér þá stefnu og verið óhrætt við að segja það opinberlega að liðið ætlaði sér áfram úr þessum riðli. Þetta var fyrirfram mjög jafn en mjög gerlegur riðill að fara í og komast áfram. En eftir tapið gegn Finnlandi í fyrsta leiknum var komin aðeins meiri pressa í þessum leik og hann mátti bara alls ekki tapast og því miður tapaðist hann. Sviss skoraði 1-2 mörkin í leiknum og Ísland því úr leik á þessum móti án þess að hafa skorað mark enn sem komið allavega. Það 1 leikur eftir á fimmtudag gegn Noregi, það bara spilað upp á heiðurinn? Já, í rauninni. Noregur búið að tryggja sitt sæti í 8 liða úrslitunum. Það unnu Finnland fyrr í kvöld og eru með fullt úr stiga á toppi þessa riðils. Fyrir okkur snýst þetta ekki neitt annað en að fara kannski aðeins með höfuðið hátt frá þessum móti og náloksins í sigur. Það eru komnir 4.372 dagar síðan Ísland vann síðast leik á Evrópumótinu sem var árið 2013. Hann held að snúist fyrst og fremst það að geta gengið frá þessu móti með höfuðið aðeins hærra en það kannski akkurat núna. Vonbrigðin hjá liðinu, leikmönnum og þjálfurum öllu voru náttúrulega gríðarlega mikil eftir leik og það kannski verður svona verkefni næstu dag að púsla liðin aðeins betur saman og fá þær aftur til að setja kassan fram og höfuðið hátt fyrir leikin gegn Noregi á fimmtudag. Það gera þér vafalaust. Takk fyrir þetta, Einar Örn. Það verða engar aðrar íþróttafréttir í kvöld en veðrið verður á sínum stað. Vestan og suðvestan 3-10 metrar á morgun, víða bjart veður fyrripartinn en þykknar síðan upp fyrst suðvestan til og fyrir að rigna þar seinni partinn. Þurrt fyrir norðan og austan fram eftir kvöldi og sumstaðar þokubakkar allra austast. Hiti 8-22 stig, hlýjast inn til landsins á norðausturlandi en svalast í þokuloftinu við austurströndina. Og þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Björgunarsveitir hafa leitað í alla nótt að börnum og fullorðnum sem saknað eftir mikil flóð í Texas í Bandaríkjunum. Hátt í 80 hafa fundist látin. Ný raforkulög sem samþykkt voru á Alþingi í gær vernda heimili ef til skömmtunar kemur á raforku. Ráðherra segir að orka þurfi að vera aðgengileg og viðráðanlegu verði. Starfsfólk félagsmiðstöðva í Árborg reynir að sporna við aukinni áhættuhegðun unglinga með því að fara á staði þar sem þeir koma saman á kvöldinu um helgar. Lögreglan tekur þátt í verkefninu sem verður í gangi allt sumar.
Dularfullar steinskífur frá víkingaöld sem fundust nýlega á Írlandi gætu hafa verið smíðaðar hér á landi. Fornleifafræðingar á Stöð og Stöðvarfirði telja sig hafa fundið svar við þessari ráðgátu. Fréttatíminn er á enda, við þökkum ykkur samfylgdina helgina. Næstu fréttir verði í útvarpinu klukkan 10 og svo verðum við hér aftur í sjónvarpinu á sama tíma á morgun. Svo minnum við á ruv.is, fréttavefinn sem aldrei sefur. En við kveðjum ykkur í kvöld með myndum sem Hjalti Stefánsson tók af stoltum folaldsmerum í Skagafirði og það er að sjálfsögðu karlakórinn Heimir sem syngur undir. Verið sæl. Kjörvari fyrir íslenskar aðstæður. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði. Komið í sæl, skulum byrja hér á að fara yfir yfirlitskortið okkar stóra. En við sjáum hér lagið sem er hérna vestan við Grænland sem kemur síðan hérna yfir jökulni í nótt og þessi bakki sem kemur sunnan við og þetta sameinast allt saman í sama kerfinu